Ekki. Falur Harðarsson þjálfari nýliðar Fjölnis, velkomin í þetta Sipparspjall. Takk að kærlega fyrir. Og bara takk fyrir að taka svona vel á móti mér hérna heimiðar inn í Keflavík. Glæsilegt heimili sem þú átt. Takk fyrir það. Herðu, hvernig leggst þetta í? Þú ert komin upp í farin að spila með stóru strákunum. Hvernig leggst það í? Það leggst bara mjög vel í mig. Ég er mjög ánægður með hópinn sem ég er með. Það er svona blanda af ungum strákum og reyndari og svo er ég með bara 3 góða útlendinga að mínu viti. Og hvað, náður að hitta bara strax á þá eða ertu búin að þurfa að vera að gera einhverjar? Nei, það er bara, tilfæringar? Ég er með einn frá því í fyrra sem var með okkur í fyrra, Stojanovic, og svo er ég með nýjan útlending sem heitir Viktor Moses, Bandaríkjumann. Það er gott nafn. Það er gott nafn. Það skiptir máli í þessu eða ekki. Ég fylgist með fótbolta en fylgist ekkert rosalega mikið með, en ég þurfti að googla þennan Viktor Moses þegar það kom fyrst mynd af gamla Chelsea-körnum, spilaði með Liverpool líka. Er ennþá að spila örgulega, ja. Og svo tók ég einn Króata í viðbót sem er svona hreyfanlegur fjarki. Já, en þessi Viktor Moses? Viktor Moses hefur bara reynslu mikill gaur, 30 strákur. Já, þú hvað stöðu spilar hann? Hann er fjarki 5 líka. Fjarki 5 líka? Já. Einhvern veginn grunaði með það, mér finnst Viktor Moses, þetta er dálítið svona... Þetta er fjölhæfur leikmaður sem við komum bara nokkuð vel út úr þessu Iceland Glazer móti sem við spiluðum hérna í Þorlákshöfn í síðustu viku. Ég var bara mjög ánægður með þá leiki. Og hvernig fór það mót, ef ég má spyrja? Þór Þorlákshöfn vann það mót. Þór Þorlákshöfn vann það mót. Ég myndi að fara að hitta þann þjálfara Frikka núna eftir þér, þannig að... Við vorum eina liðið sem vann Þór Þorlákshöfn. Okay. Það voru svona... En þú veist þessi undirbúningsmót eru þjálfarir með svona mismikla áherslu á að vinna leiki. Já, er það ekki þannig séu aukaðatriði? Og það er að skoða leiki, ég er með nokkra mjög unga leikmenn sem eru að stíga sín fyrstu spor í meistaraflokk. Maður þarf að sjá þá hvernig þeir bregðast við pressunni. Já. Og það er bara, þetta er svona lærdómskurva sem allir leikmenn þurfa að fara í gegnum. Já. En allir heima strákanir, er þetta allt bara þá, allir Íslendingar, er þetta allt uppaldi Fjölnismenn? Nei, ekki allir, en nokkuð margir. Við erum alltaf með Róbert sem er svona okkar leikstjórnandi og svona driffjöðurinn í hópnum. Já, sem spilaði með Stjörnunni hérna fyrir 2 árum, já. Hann er Fjölnismaður. Svo erum við Vilhjálm Theodór sem er íringar og upplægi held ég, spilaði eitt tímabil hérna með Njarðvík líka. Já. Hann er búinn að vera með mér núna í 2 ár. Svo erum við Egil Agnar Októrsson sem hann kemur úr Stjörnunni. Októrsson, hinn frægi. Já. Þannig að bensínbrúsinn hans geta fleiri, ég segi ekki. Já, það er ákveðið uppnefni. En hann skal ég segja, hann er búinn að vera núna, þetta er annað tímabili hjá Fjölni, hjá honum. Hann var með mér í fyrra. Svo er ég með 2 stráka sem eru uppaldir í félaginu, sem eru 20, sem eru 2 af 4 sem ég er með sem voru í 20 ára landsliðinu. Þannig að Rafn og Hlynur, þeir eru Fjölnismenn. Og svo vantar okkur einn, hann er ekki ennþá byrjar að æfa með okkur, hann Orri Hilmarsson sem kemur úr Káur. Já. Hann lenti í svona álagsmeiðslum í sumar í landsliðsprogrammi. Ok, og hvenær áttu von á honum þá? Bara fljótlega, vonandi. Er hann klár fyrir fyrsta leik eða? Vonandi. Hann er svona, eins og myndi segja úti, day to day eða eitthvað, er það ekki? Hann er að komast á lappirnar. Ok, en betur Fjölnir hefur svona í gegnum tíðina framleitt alveg gríðarlegt magna á góðum leikmönnum. Þannig að það er dálítið gaman ef það er stilt upp bara allir Íslendingar myndu fara í sína klúbba. Hvernig myndi fara á milli Fjölnis og KR þá er það ekki? Já, ég meina þú veist, það er blóðu baráttu eða ekki? Það eru nokkri strákar sem eru að spila ennþá. Ægir er Fjölnismaður og Addu, þeir eru báðir í Stjörnunni. Já, og svo náttúrulega Haukur og Hössi. Já, Haukur og Hössi og hann ég er að glemma einhverjum. Hann Ríkarsson, Björgvin Ríkarsson sem er í Grindavík. Já, hann er Fjölnismaður líka. Ok.
og frændi minn, Gunnar Ólason, hann ólst upp í Fjölnismaður líka. Hann ólst upp í Fjölni. Já. Þannig ennþá þetta, alltaf að koma, sérðu fyrir hérna, Já, það eru mjög efnilegi flokkar núna í gangi. Maður sér hérna drengjaflokkinn og 9. og 10. flokkur eru bara mjög öflugir hjá félaginu í dag. Og vel haldið á spöðunum? Já, mjög vel. Ok. Nýliðar, sagan segir okkur það að þetta venjulega dálítið svona erfitt annarkvæmt fall bara strax á fyrsta ári eða öðru ári. Já. Ekki eðlilegt markmið hjá þér að bara halda ykkur uppi? Já, jú, ég hef alltaf sagt að við höfum að stefna hærra og plan B er að halda sér uppi. Af því að ef að plan A er að halda sér uppi, þá er plan B fall. Já, þá er ekkert miklu meira boðið. Já. Ég en skal ég segja þér, ég tel okkur vera með lið sem getur keppt við, getur alveg spila með þessu lið. Já. Og en ég er ekki með einhvern 12 manna hóp sem getur spilað alla leiki, sko. Nei. Ég er með unga stráka sem að koma til með að vera í svona hlutverki sem að, þeir eru ekki tilbúnir í leikja móti bestu liðunum í dag, sko. Nei. En það þarf að gerast í vetur, þeir þurfa að læra en ég tel okkur alveg í stakk búna til þess að takast á þessi lið, sko. Já. Og væntanlega skiptir máli fyrir nýlið að vera með góða útlendingar, það skiptir ekki meira máli þannig séð. Já, en sko deildin er bara þannig í dag, hún er orðin það sterk að það eru flest lið með 2-3 útlendingar. Já. Og þeir sem er ekki komin með 2-3 útlendingar í dag, þeir munu enda þannig. Held svo ég. mínir menn til dæmis, Grindavík. Við byrjum bara með einn útlendingana. Já. Og byrjuðu þú náttúrulega að spila ræðingarleikur þá nú daginn, ekki? Já. Það var hörkuleikur. Mér skilst að það farið vel fyrir mína menn. Já, ég held að hann endaði með 9 stigum eitthvað svoleiðis. Já. En það var það er til dæmis, þeir eru með massífa bakvarðarsveit sem að geta skipt inn á og spilað ört á mönnum. Og það er náttúrulega þreytir liðið sem getur skipt minna inn á, sko. Já. Og það er en það verður bara, ég er mjög spenntur fyrir. Og hvað er eitthvað fyrsti leikur? Við höfum Val heima í fyrsta leik. Reykjavíkur slagur bara? Já. Og það eins skemmtilega eins og það hittir á, þá ákveðum við að setja á Reykjavíkurmót. Og við erum að klára það, við spilum KR í kvöld og Val á laugardaginn. Ok. Og ég hitti Gústa í gær. Ég sagði, hvað ætlar að sýna mér á laugardag? Hann verður svona, við verðum ekki báðir svona með pókerspilin alveg að hérna. Já, hætti því. En það bara að klára þetta leik. Já. Það verður væntanlega mikill munur fyrir því að koma núna upp í Dominus. Væntanlega mun skemmtilegra að þjálfa þar heldur en niður í fyrstudeildinni með athygli Já, ég er ekki að þjálfa út af athygli, sko. Þú ert ekki athyglisjúkur? Nei, ég er að þjálfa út af, mér finnst mjög gaman að þjálfa. Já. Og það er og körfuboltinn er yndisleg íþrótt og bara mjög gaman að þjálfa. En sko, ég er búinn að vera með Fjölni í 2 ár í fyrstu deild og það er bara gríðarlegur munur á deildinni í fyrra og í hittifyrra. Já. Fyrstu deildinni. Út af hverju var það? Bara komið fleiri útlendingar? Já, en alltaf útlendingarnir voru ekki leyfðir í fyrsta árið, en í fyrra voru útlendingar og deildin var mjög sterk í fyrra, fyrstu deildin. Og verður það líka núna. Það voru hörkuleikir í fyrstu deildinni í fyrra. Og sem er bara gott. Og þetta á að vera mikil keppni að spila meðal þeirra bestu. Og vissulega getur munur á milli deildanna. Það er alltaf svoleiðis í öllum íþróttum. Og það er þess vegna þarf maður sem þjálfari að brýna fyrir leikmönnum að þeir þetta á ekki að vera hræðsluáróður, en maður þarf að undirbúa það á undir að þetta er betri deild. Já.
og færri hérna, hvað maður að segja, færri tækifæri, eða þú veist, þú mátt ekki gera jafn mikið af mistökum í efstu deild og þeirri fyrri. Nákvæmlega. Fyrstu þá ertu bara refsat. Já. En segðu mér, þú ert náttúrulega búinn að sjá eitthvað til kannski þessara liða og svona, hvaða lið að fara að bítast þetta heldur í vetur? Ég ekki búinn að sjá öll, ég búinn að sjá, þú veist, Njarðvík, Grindavík og Þór Þórðarsson, þessi lið sem ég búinn að sjá eru bara virkilega flott og það sem að gleður mig að það að ég get alveg spilað með þessu liðum. En það, þú veist, eins og til dæmis á móti Grindavík, það sem varð okkur að falla í þeim leik að við vorum alltaf gjafmildir, við vorum alltaf að henda boltanum til þeirra, skilurðu. En það líka eins og svo fleiga lína sem ég hef alltaf haldið mikið upp á hjá Bjarna Fel, að enginn spila betur en andstæðingur Leifur. Það eitthvað til í því. Já, og ef þeir eru að setja svo mikla pressa á okkur, þá vorum við alltaf að henda boltan til þeirra. Það var einhver ástæða með að þið voru ekki bara svona gjafmildir, bara að þið eru svo góðir í ykkur. Já, og en skal ég segja þér að við þurfum að geta spilað á móti þessum liðum, sko. Ég ekki búinn að sjá KR, ég að fara að spila við þá í kvöld. Ég ekki búinn að sjá, ég sá Val spila eins og móti Njarðvík daginn í örfáa mínútur. Það var, þú veist, vantaði mikið. En útlendingar ekki komnir og svoleiðis. Pavel var ekki með. En ég spilaði á móti IR daginn og við unnum þá í Reykjavíkurmótinu og en annað er ég ekki búinn að sjá. Þannig þú ert ekki að sjá fyrir hvaða lið að fara að hampa titlunum? Já, það allt of snemmt að segja til það. Já, allt of snemmt. Ekki kominn tími á að hætta með þessu einokun KR? Eða hvað, þeir með að vinna þetta eða þeir eru bestir? Alveg klárlega. Þeir eiga að vinna þetta eða þeir eru bestir. Þeir eru bestir. En það sem að þeir Þú ætla bara taugar þangað, þú spilaðir þar, hvað, eitt tímabil? Eitt tímabil, já. Ég, þú veist, mér að ber bara KR flottu klúbbur og það á að bera virðingu fyrir þeim. Eins og öllum öðrum sem gera hlutina vel. Og ég meina, hvað myndi, þú veist, það sem þeir eru að gera, þeir eru með frábæra leikmenn, uppalda leikmenn sem vilja spila fyrir félagi. Auðvitað er þeir að mjólka það eins lengi og þeir geta. Já, klálega. Það er bara eðlilegt. Og allt annað ef þú ert eitthvað pirrar út í það, þá er það bara að kalla öfund. Það er bara dálítið þannig. Og þeir stráka grein, þeir eru orðnir svolítið komnir til ára sinna í körfuboltanum, þó þetta séu ungi menn. En ég ætla bara að vona þeirra vegna að þeir fara ekki að detta í einhver meiðsli, þessi eldri piltar. Ertu með einhver skilaboð til þeim stuðningsmanna, hvernig að mætingin eins og í fyrra? Þú vona að verði meiri núna? Ég ætla bara að vona að fólk í gráinum bara komi og sjá, komi og upplifi stemningur. Það er rosalega gaman að körfuboltaleiki og ég ætla að... Er það móðir allar íþróttar? Já, eins og Svali segir. Svali segir það. En þú veist, það er auðvelt að hrífast að stemningunni. Já. Og núna þegar við erum konum með fleiri útlendinga og góða íslenska íþróttamenn sem eru, þú veist, með skemmtileg tilþrif, tróðandi boltanum hingað og þangað. Þú veist, það er bara, þú veist, deildin verður mjög skemmtileg í vetur, held ég. Já. Við sáum mjög skemmtilega leiki í Iceland Glacial mótinu, mikið flott tilþrif. Við eigum flotta íslenska leikmenn sem verða bara betri með þessari sterku deild. Bara fín lokaorð í dag. Takk fyrir komuna. Takk kærlega.